Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn hjá mér. Eins og alltaf þá byrð ég þig um að smetla á like og subscribe af því að ég er virkilega að safna í sarpinn til þess að myndböndi mín dreifist víðar. En gestur minn í dag er hlaupakona, eða réttar sagt, hún er Mart. Kannski fyrst og fremst bara Marta Ersdóttir, en ég heyrði fyrst af henni sem hlaupakonu. Er það ekki rétt, Marta? Hvenær byrjar að hlaupa? Já, heyrðu, ég byrjaði að hlaupa 1984. Ég Ok, var hérna, já, þannig þú varst ekki svona hlaupakrakki? jú, alltaf hlaupandi sem barn og hljópi burt og stakk mömmu af og svona. Já. En byrjaði ekki að æfa í rauninni bara fyrir en ég var komin yfir tvítugt. Í rauninni ekki að ég byrjaði alvarlega að æfa eftir, fyrir en eftir ég eignast mitt fyrsta barn. 20 og hvað, 20, já, hvað var ég orðin gömul, 23, 4 ára, þegar ég fór að æfa svona alveg á fullu, en var svona, já, byrjaði aðeins að keppa svolítið og svona og svoleiðis. Ég man bara, sko, fyrsta sem ég veit um þig er að vinkonu mín sem er mikil hlaupakona, hún bara sagði, ég ætla að verða eins og hún. Þú veist, bara hún var bara með stjörnur í augun. En hérna, hvað hvatið þið til þess að fara að hlaupa? Uh, já, það var eiginlega bara inn að gæsla bara tilviljun, sko. Já, Það er einhver sem sagt, þjálfari sem að sér til mín og spyr hvort ég vilja keppa og ég bara já, já, og svo bara keppti ég og gekk vel og svo bara einhvern veginn þá spannst út frá því, sko. já, þannig þú bara byrjaðir og svo bara, já, 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 já. veist. En hérna, ertu ennþá að hlaupa? Ég er alltaf að hlaupa svona mér til heilsubóta og skemmtunar og svoleiðis en ég er hætt að keppa því að svoleiðis, hvað ég segja, það er ekki einhvern veginn í minni orku lengur að keppa eins og maður var hérna áður fyrir það einhvern veginn. Keftur í Passar mörg ekki. ár? Já, ég keppti alveg mörg ár. Ja, og mér skilst að þú eigir einhverju svona, þú veist, hérna, einhver met. Já, það kallast Íslandsmet, Guðrún. Það kallast íslenskt. Þú heyrir, ég hef ekki byrjað að hlaupa, sko, en ég kann Nei, ekki nei, það. nei, bara dásamlegt, Já, veist, ég á ennþá 4 Íslandsmet já. frá 5.000 metrum upp í marathon og bara fer vonandi fljótlega að ég fara að slá þessi met, það er Er, alveg komið. nú er ég, sko, þú ert frekar lágvaxin Mhm, og grönn, þannig mhm. ég bara hugsa, já, kannski hleypur hún hraðar þess vegna, ég veit það ekki, en ég menni, svo eru aðri sem eru með háastu með langa fótleggi sem Já, og allt svona. það er allir gangur á því. En segðu mér, hvað er langt í að einhver nái metunum þínu? Já, sko, ég held að sé bara mjög stutt í það að það er hérna ein sem er að fara að hlaupa núna marathon í mæ, hún heitir Andrea og ég bara er að vonast til að hún taki það þá. Og er það eitthvað sem þú ert að þjálfa? Nei, ég var eins og þjálfana Já. en ég er ekki þjálfana lengur en hún hefur alla burði og það gengur held ég bara vel hjá henni núna undirbúningur þannig að já, ég bara er bjartsýn. Bjarsinu verið slegin út af. En Já, segðu, já. hvað er metið þitt búið að standa lengi? Þetta, þetta marathonmet er frá 1999. Árið sem að Andrea fættist, þannig að það bara, hún ætlar að taka það. Já, heyrðu, það er bara 25, 26 ár síðan. 26 ár, já, Það einmitt. er náttúrulega ótrúlegt að enginn hafi í rauninni slegið það út af þessum. Já. Þá vil ég fá að vita, ekki að ég skilji það, sko, en hvað er metið þitt? Á, Já, það er hérna í marathoninu 2:35, rétt rúmar 2 klukkustundur og 35 mínútur. já, hvað er marathon langt fyrir þá sem ekki vita það? Já, það eru 42,2 kílómetrar. Já, ok. Mhm. Það er svolítið vel að verkistæðið. Já, þetta er ágætis sérstaklega á þeim tíma, sko. Já, Það breyst í dag, hlaupa heimurinn hefur breyst svolítið að það er óbáslega miklar framfærir og svona, þannig að sérstaklega síðustu 5 árin. Þannig að ég er bara mjög sátt. Maður getur það alveg, hafa verið framfæri bæði í hlaupabúnaði.
Já, það talaði um að skórnir séu að gefa ný tækni í skóm séu að gefa alveg gríðarlega mikið og Já, svo myndi ég líka segja, þú veist, svona meiri kannski skilningur á næring og svona sem að hvort að þjálfunar aðferðirnar kannski sem slíkar eru ósköp svipar en það svona stóð eins og, já, næring og þessi skór sem eru að gefa alveg heilan helling þannig að það er svona framfarir, mikla framfarir. og svo líka, er ekki líka fatnaðurinn? Ekki Ég kannski myndi svo ekki mikið. segja að fattarinn skiptir svo miklu máli. Nei, Nei, ég myndi ekki ekki, alltaf ég verið að myndi gera allt svo ekki. strömlínulagað að vindurinn taki ekki í neitt og Já, yfirleitt eru konur allavega að hlaupa í bara nánast engu, þannig að þannig að það er ekki. Varst þú bara í sundbóli eða eitthvað þú vilja hósta eitthvað? Já, við vorum í svona nei, við vorum líka í svona stuttbuxum eða svona stuttum buxum og topp, þannig að það var Já. ekkert mikið fattarinn skiptir ekkert svo miklu máli, sko. Nei, það er bara Já. dása. En hefur það haldið áfram ertu að þjálfa fólk í dag eða? Já, ég hef alveg verið alveg mörg ár í þjálfun. Núna er ég búin að minnka þjálfun en er svona að styðja 2-3 einstaklinga. Já, Meðal annars eina sem er hérna að fara að hlaupa maraþon líka og ég er mikla trú á henni líka. Hún hérna heitir Elínetta og er bara mjög efnileg og svona þannig að maður svona aðeins að hjálpa fólki til og svona. frábær. Einu hlaupafrikin mín, þau sennilega enduðu bara þegar ég var í kringu svona 12-13 ára aldurinn, en ég var sko hlauparhröðust í hverfinu. Þegar ég var Já, krakki. já, Þannig að þú komst alltaf undan þegar það var eltingaleikur. já. Þú ert líka svona En, líka á fæti. já, ég veit það er svona, ég hef verið sennilega góð í 100 metrónum eða eitthvað svo leiðis. En hérna, hvað ferðu svo út í að gera til að starfa? Ekki varstu bara að hlaupa þegar þú varst yngri? Nei, ég var aldrei svona atvinnumaður en eitt svoleiðis. Maður bara var í skóla og svo eignast ég bara barn og fljótlega bara 22 ára og svo fóðum maður bara að vinna og svona og síðan einhvern veginn verða hlaupin meira og meira, fyrirferða meira eftir sem ég verð betri Já, og fer að stefna þá að fara bara á þessu stóru mót og svona sem ég komst á og þannig að já, lífið snýrist mjög mikið um það náttúrulega á þeim tíma sko, já. mjög egocentrist. Já, það er náttúrulega, maður verður hérna, að leggja sig allan fram þegar maður er í svona Já, keppni. já, það er mjög mikið fókus þarna Já, og svo, ég veit að eitt frendi minn, hann er að hlaupa sko í dag og það já. er bara 4,5 tími æfing og Já, ég hafði kannski ekki svo mikið tíma, ég var náttúrulega með barn og var í vinnu eða skóla og þannig að maður gerði sitt besta, hljóp í hádeginu og já, svona, já, bara gerði, já, svo var ég alltaf með ábærslega mikið af góðu fólki í kringum mig, þannig að, og frábæran þjálfara, þannig að, veist, svona, allur svona, öll umgjörðin. umgjörð skiptir rosa máli Já, og þú veist, þannig að maður svona, það er já, góð stuðning. alltaf ábærslega mikið af góðu fólki, maður er svo lánsamur í lífinu. Það er yndislegt, það er Mhm. dásalegt. En svo fórstu að læra eitthvað Já, fór sem sagt að læra sjúkraþjálfun og svo bara, og já, starfaður við það, og ég starfaði það í mörg ár. en ertu hætt því núna? Já, sem svona hefðbundin, Já, ég skil, en ég er alltaf að vinna með fólk og styðja við fólk í sinni leita að betri líðan og betri heilsu. Já, ertu þá með svona meðferðarstofu eða meðferðaraðstöðu fyrir fólk? Já, ég leigi aðstöðu að jógastöð sem heitir Art of Yoga í Skipholti og er bæði að kenna þar jóga og svo er ég með svona stofu, svona meðferðarstofu. Skipholti, nú er ég að reyna aðeins að, Skipholti 35, þetta er bara lítið kósí jóga stofa, já, eða jóga, já, jógastaður já, og er bara opaslega gott að vera þar í svona rólegheitum og hugulegheit. já, og ertu að kenna þar líka? Já, ég er líka að kenna þar jóga. Og hvaða meðferð ertu að bjóða fólki upp á? Höfuðbein og spjaldhryggjum meðferð Já, og svo er svona innri líffæra meðferð, innri líffæra losanir og svoleiðis og síðan
hef ég bætt við, og svo erum alltaf að bæta við og setur þetta allt í einn hrærugrut. Nei, nei, þú veist þetta, maður bara fer að læra og svo fer maður að nota þegar að hvað á við. Já, já, skilja það. Og Já, svo er ég nota líka tónheilun svona sérst með þegar að á við já. til að hjálpa losun og svona og Hún er ofboðslega öflug. Ég er svolítið forvitin, þú segir líffæralosun. já, Ég hef verið með námskeið þar sem ég er að fara með fólki gegnum hérna svona afeitrun, já, einmitt. og það er náttúrulega mjög oft samgróningar og annað þess aftar sem fólk er að takast á við sérstaklega í hérna þörmunum. Svo er það og hérna og það er verið að leita eftir hvert það getur farið til þess að fá meðhöndlu við slíku. Er það eitthvað sem þú ert að vinna með? Já, ég er sem sagt búin að læra meðfram þessari höfðbein- og spjaldrykkjumeðferð. Já, Ég er búin að læra líka frá stofnun sem heitir The Baral sem er frakki sko, sem hefur þróað þessa meðferð svona himnulosun fassjur eða bandvefslosun. já, já, Því að allt er umvafið og allt er tengt og frá hryggsólinu og öllu. já, Þannig að þetta er alveg gríðarlega áhrifarík meðferð. já, Stuðningur við einmitt eins og þú ert að gera með þessar afítranir, detox og svona sem skiptir gríðarlega máli Já. að mínu viti. já. Þannig að allt þetta getur svona unnið saman, stutt við hvort annað. Það er frábært. Það er gott að geta vita það út af því að þeir sem er að koma til mín er að leita svo eftir áframhaldandi aðstoð. Já, einmitt. Og hérna ég náttúrulega hef verið að ráðleggja laxolíubakstra sem hafa skipt mjög miklu máli fyrir Já, mig alveg, já, og hjálpa rosalega mikið til. já, Og hérna, en svona losun eiginleg er eitthvað sem að, þú veist, fáir er að bjóða upp á. Já, það er reyndar alveg komið alveg stór hópur af fólki sem er að vinna með þetta og margir sjúkraþjálfarar eru búin að læra þetta líka og eru að nota þetta. Þannig að þetta er alveg ágætis hópur af fólki komin í þessar losunir. Já. Af því að, já, en svo er hitt sko. Meðan ég var að reka verslunina Betra líf, þá komu allir með nafnspjöldin sín sem voru í einhverjum svona í búina til að fá að láta liggja frammi. Svo er ég í tengslum við eins marga eins og hérna ég var þá. Nei, ég er ekki neinstæða svona á bak við búðaborð eins og í gamla daga sko. Þannig að hérna ég veit svo sem ekki auðvitað hvað allir er að gera, en það er bara svo frábært að vita af því að við höfum líka haft svona smá tengst þú og ég í gegnum einstagsvinnuna þín í viku. Já, einmitt. Í Mamma veit best. Í Mamma veit best, akkurat. Og ég var alveg býttu fyrst þegar ég kom einhvern tímann og þú varst á því býttu, akkur er hún hérna? Var hún hérna síðast þegar ég kom? En þú ert bara einn dag í viku. Já. En þar ertu þá að ráðleggja fólki með bætefni og hlaupurónum og annað þess að það er með næringarefni fyrir sig og... Já, einmitt bara... Það er bara allt mögulegt. Já, og svo bara eins og maður er alltaf eilífu stúdent, maður er alltaf að læra meir og meir og nánastu hver skipti sem ég er þarna, þá er ég að læra eitthvað nýtt. Já, það er náttúrulega bara, það er bara lífið, sko. Já, það er svo gefandi. Já, alveg rosalega. Þegar ég er alveg á sama stað, ég er náttúrulega svaklega forvitin og alltaf að lesa einhverja greinar og hlusta á einhverja lækna eða fyrirlesara eða eitthvað, þannig að þetta er endalaust hægt að læra mér og það minnst það vera svo magna vegna þess að það gerir svo gott fyrir líkamann okkar líka og styrkir það svo mikið. En þú sagðist vera með tónskálar. Já. Og hérna, hvert fórstu til að læra að nota tónskálar? Herðu, ég fór ásamt vinkonu minni, Helgu Birgis, við fórum til Nepal og vorum þar í mánuð að læra hjá manni sem heitir Raúl Barti sem að meðal annars kemur til Íslands reglulega og er að hjálpa fólki. Já. Við vorum bara að læra svona therapeutic eða meðferðar meðferðarprotokoll, ég veit ekki, alltaf þessi ensku slettur hjá manni, þess að bara að meðhöndla fólk með skálanum. Með tónheiluninni. Með tónheilunni, já. Mér að verða svo sterk núna. Hvað segirðu? Tónheilun er að koma svo mikið upp núna. Já, mikilvægi tóna og tíðni sem að kemur. Tíðni, allt er tíðni náttúrulega og líkaminn okkar er bara tíðni, allar frumurnar og allt þannig
að þessar, þessi tíðni sem að kemur frá skálunum, þær eru sem sagt að hjálpa líkamanum að endurstilla sig og frumunum að leiðrétta sig og svoleiðis. Þannig að það styðja svo vel við allt annað sem að fólk er að gera. Já. Svo Þannig að, blandar þá saman, eins og til dæmis fólk sem er í afeitrunarmeðferð meðferð hjá mér, það getur komið í já, já, heilum þér að því að, já. já, Og svo ertu með höfuðbein og spjaldhryggs meðferð líka. já, já, Og það er ofsalega öflug aðferð já, hún til er að alveg losa ýmislegt Já. úr líkamanum. Já, og eflir sem sagt þennan lækningamátt sem er í okkur öllum og Já. styður við og styrkir og stundum þarf að losa ef fólk hefur orðið fyrir áföllum eða segjum til dæmis bara hálsáverkar, bílslys eða andlegt líkamlegt áverkar og alls konar svona. Já. En bara hjálpa líkamanum að lækna sig sjálfur því að eins og þú veist, jafnvel og ég, að líkaminn er svo magnaður og bara, ég getur bara gert allt. Hann getur gert allt. Það er eiginlega málið, sko. Já, Og líka finnst mér, þú veist, ég bið bara oft Guð um hjálp. það er bara tíðni, algjörlega, það er bara tíðni, sterkasta orkan þannig að, þú í veist, alheiminum. Já. Og bara fá aðstoð við heilun og það Já. er þannig að í mínu tilviki, sko, að heilsan hefur verið mesta áskorun mín alla tíð. Já, Og bara, þú veist, ég er með mjólkuróþol leið ég tekin að brjósti þegar ég er 3 mánaða, skilur. já, akkurat. Og svo Vá. það er bara, þaðan frá er allt búið í rauninni að snúast fyrst vanheilsu, Já, af því að enginn vissi hvað var að. já, Og þegar einmitt. ég var 18 ára þá var ég sett í viku á spítala í rannsóknir Já, og útskýrð sem ég væri með psykosomatíska sjúkdóma. Það var svo pellæknirinn að segja, já, við teljum þetta séu bara psykosomatíski sjúkdómar. Svo fór ég heim og fletti upp hvað psykosomatík þýðir. Það er Já. ímyndunarveiki. já, akkurat. Þú veist, en það var enginn að spyrja áföllin sem ég hafði orðið fyrir. Nei, einmitt. Og það gleymist svo. Það glemdist þá, já. Já, og það Þessi er náttúrulega það fyrirgefning. sem við erum að taka upp núna. Já, nákvæmlega. Og það er það sem er hægt að vinna með eins og í gegnum höfuðbein og spjaldhryggs meðferðir. Já, meðal annars, akkurat, algjörlega. Og tónheilunina. Já. Af því það brýtur svona upp. En Mhm. þú, myndirðu telja að væri eilífðarstúdent? Já, ég bara er alltaf að drepast úr forvitni. Ég bara, þú veist, stundum er ég alveg bara, oh my god, Marta, ætlar ekki að fara að hætta þessu. Svo kemur bara eitthvað nýtt spennandi og ég bara, já, ég er bara svo forvitin lífið. Mér finnst það svo spennandi og svo áhugavert og bara allar þessar tengingar og allt þetta og já, mér finnst þetta bara, já, ég held sér algjör eilífðarstúdent. Já, ég er í sama skóla og þú, eilífðarstúdent. Einmitt, En já. þú ert nýverið búin að fara í dálítið langt ferðalag, einmitt í svona, hvað við segjast, eilífðarstúdentsleið. Já, algjörlega, já. Hvert fórstu? Heyrðu, enn og aftur fór ég með henni Helgu vinkonu minni og Möggu vinkonu okkar til Já. Brasilíu, Já, bara skruppum þangað. bara skruppu til Brasilíu eins og það sé bara svona hoppa yfir Já, lækinn. já. Hvað var það langt flug? Þetta voru 3 flug, þetta var alveg rúmur sólarhringur hvor leið. Já, er það ekki? Jú, Já. Flugðu í gegnum Evrópu eða Bandaríkin? já, já, Evrópu. Og Og gekk í rauninni alveg ofboðslega vel og við vorum alveg hissa hvað það gekk vel. Að fljúga svona fram og tilbaka og það er bara 3 tíma mismunur, maður var rosa hissa á því, sko, að þetta er svona í Atlantshafinu, bara mjög sunnalega. En það er ótrúlegt. Já. Það er 3 tíma mismunur. Já, en náttúrulega Brasilía er risastór, þannig að það eru glengustaranna á vesturströnd eða hvert að ég veit ekki, þetta er risastórt. Það er mjög stórt land, já. Það voru þið alveg niður við Atlantshafið Já, alveg sunnarlega, í landinu. já, á austurströndinni, já. Og hvað varst að gera þar? Já, við vorum Varstu bara með tærnar upp í loft í sólinni eða? Nei, ekki bara. Ekki alveg. Mestu leyti í svona sjálfsvinnu sem heitir The Work, Já, eftir Byron Katie, já, hjá mögnuðum kennara sem heitir Tom og uppáhaldskennarinn hennar Helgu, sem að Helga er náttúrulega, það er hún sem kynnti þetta fyrir okkur, Möggu,
Já, Hún er sem sagt búin að læra hjá Byron Katie já, og er meðferðaraðili í þessari vinnu, The Work. Og þetta er algjörlega mögnuð vinna og þetta er unnið gegnum hugleiðslu, þetta er svona ákveðin. Þegar maður er búin að þjálfa sig þetta, þá er þetta mjög einfalt. Stuttu máli að þá tökum við fyrir streituhugsun sem hefur áhrif á taugakerfi okkar. Verður bara svona, hugsun kemur og taugakerfi bregst við. já, Og það er verið að vinna bara með þessa hugsun og svona í rauninni bara eins og maður getur sagt bara klippa á tenginguna þannig að já, þegar hugsanir koma aftur að þá er maður svona búin að aftengja þannig að taugakerfi fyrir ekki alltaf í rauninni fight or flight mode sko. já, Og já, það var magnað, við vorum að inn í regnskógi og strönd þannig að maður fekk bara einhvern veginn svo eitthvað, já, einhverju upplifun að bara vögnuðu, já, það var bara alveg stórkostlegt sko. svona frumbyggja til tengingu. Já, svo hittum við hérna fjölskyldu, Já, kúni indjána fjölskyldu sem er eiga heima inn í bara Amazon í þorpi, fengum að hitta þau og bara magnað fólk, svona einhvern veginn svo, bara eitthvað svo náttúrulegt, já, svo upprunalegt og já, einhvern veginn, já, þannig að við fengum bara rosalega mikið, svo fengum við bara að fara að surfa, eða veist og þetta var svona einhvern veginn, já, surfing, já, allt indjánar, mögulegt, frumskógur, veist, þetta var bara magnað, sko. já. Kemur breytt tilbaka? Já, örugglega, já, Já. já, vonandi bara, já, bara ennþá betri. Ég, nei, en þú veist, það er þetta að maður finnur innri breytinguna. Já, Hún já, er þar. já, Hún ég er held ekki það, maður verður bara að halda sín áfram vinnuna, það er já, já, þannig. Já, en þetta opnaði alveg fyrir mér svolítið nýja sýn og nýja veröld já, og sem að mér finnst alveg mögnuð. Þannig að já, maður heldur bara áfram. Það já. er þannig En þú boði. segir nýja sín, hvað er svona sérstaklega? Mér er svolítið svona, sko, áhugavert, ég var enda búin að kynast þessu vörki hjá henni Helgu, Já, en þetta var eiginlega svona bara svona framhald að því hvernig það vörk getur gert, að því maður vinnur þetta í gegnum sem sagt hugleiðslu, þar sem maður er að tengjast sjálfum sér já, og maður finnur hvað gerist þegar maður, þessi aftenging við streituhugsuna verður, og það er maður bara svona, vá, þú veist, þetta er bara svo magnað að þannig já, að ég fikk svona meiri staðfestu á hvað þessi nálgun, hvað hún gerir. það skiptir miklu máli. Já, já, Mhm. hvað áhrif hún hefur. Það er hérna, þetta er náttúrulega rosalegt vaxtar og þroskatímabil hjá fólki akkurat núna. Algjörlega. Við erum að fara í gegnum svo miklar umbreytingar að það hálfa væri hellingur, sko. Já, einmitt. Þannig að það er hérna, það er bara, held ég, stærsta málið í þessu öllu, sko. Já. En hérna, sérðu fram á þetta sé eitthvað sem þú getur nýtt þér í því sem þú ert að vinna, eða er það meira bara Helga sem sér þennan þátt Já, fyrir hún er náttúrulega sem sagt, þessi meðferða tilkynnti? Já, aðli, já, en klárlega þegar að þú veist að ég næ að vinna meira með mína streituhugsanir og fá meira innri jafnvægi, þá hefur það náttúrulega áhrif já, bara í fjölskylduna og bara lífið og inn í þá vinnu sem að maður er síðan að vinna. já, Þannig svona óbeint, já, já, það hefur alltaf óbeint áhrif á allt annað já, sem við erum að gera. algjörlega. Það er bara svo Já, já. já. En ef að fólk hefur áhuga á að koma til því, skulum segja í meðferði eða eitthvað svona, hvar finnur það þig? Já, ég er nú ekki mikið fyrir að auglýsa sko, veist, og ég er líka þar að þú veist að svona setni, þú veist, þá fyrir alltaf að hugsa, þú veist, ég hef engan áhuga að vera á hamsturshjóli. Nei, ég skil. Já, það er bara ég er búin að taka mig, ég hef verið á hamsturshjóluna allt mitt líf, Já, þannig að nú bara, þú veist, hamsturshjóli, ég er búin að stíga af því, þannig maður svona frábært. hef ekkert áhuga að vera einhverju brjálæðir vinnu frá, þú veist, morgni til kvölds og svona, því ég myndi aldrei gera gagn þannig, Nei, nei, þannig ég hef ekkert auglýst mig, en það er alltaf hægt að senda mér bara messenger já, eða eitthvað og svo er ég með líka hérna bara Marta, nei, veitu, hvað heitir það, heilsuhelgar, veitu, hvað heitir þetta? þú ert ekki góð markaðsmannski að þú manst ekki einu sinni hvað Nei, nákvæm, ég er hræðilega markaðsmanniska, það er alveg skemmilegt. Þannig að, jú, heilsuhelgar með Mörtu Ernst, Mörtu er TH, það á Mörtu. Facebook? Já, þannig að það er þetta bara, já, senda á mig
Messenger og svo leis. Ég er nú þó Já. komin þangað, það er nú svona ekkert mjög langt síðan ég kom þangað. En þú þurftir þess ekki, það vissu svo margir í kringu þig hver þú varst. Ég meina fólk sem var að koma til að fá þjálfun í hlaupum, það vissi hvert Já, að já, leita. já, já. Það vita Þannig að þú kannski ekki allir þessar hlið á mér svo, úr íþróttaheiminum þar sem að ég er inn í þessum, þú veist, þessari vinnu. nei, ég er að Þannig segja það, þannig að það, en sko þeir finna þig sem eiga að finna þig. já, akkurat. Er það ekki? Jú, ég Það trúi er því. svoleiðis með Það er allt. bara svo þess, Já, einmitt. Nákvæmlega. við leitum þangað sem við, já. Já, það er bara einhver Og það tenging. sem að við finnum orku sem við viljum vera í og sem Já, okkur líður vel í og ég voða til dæmis kresina á meðferðaraðila sem ég fer til. já, ég held að það sé líka bara gott, af því að þú veist, það verður bara að vera einhver svona samhljómun á Já, milli fólks. já, já. En Af því að ég sá myndi sem að að í rauninni, af því að eins og ég segi sko, það sem að eins og ég segi og ég trúi því að það er ekki, þú veist, ég sem meðferðaraðili sem er að vinna verkið á bekknum, það er einstaklingurinn á bekknum, tíðni viðkomandi lækni, ég er bara að hjálpa, ég er að ýta undir, ég er Já. ekki að gera neinn kraftaverk, það er manneskjan á bekknum og þeirra innri læknir, þeirra viska, þeirra sem að gera, ég sést bara svona hjálpa til. Já, en þú ert náttúrulega með rosalega öflug hjálpatæki. Já, mjög svo flott hjálpatæki. Já, Og líka skálarnar, því þú ert með alveg sérstakar Já. skálar. já, Já, þær eru alveg einstakar þessar sem að koma frá Tíbet. já, Þær eru taldar vera 100 ára gamlar og þær innihalda 7 málma sem að myndar ótrúlega tíðni já. og lífsorkan, hún nýtir sér þessa tíðni til að leiðrétta Það sem, tíðni. já, hefur misfarið. Af því það hjá okkur flestum hefur, að ég veit ekki hvernig ég á að segja það, sko, það er eins og það var orðið læsingar, þú veist. Já, það er bara engin undanskilin þar. Nei, Það er bara nei. lífið og já. Ég lít svo á, við höfum öll komið hingað núna samt til þess að læra að vinna úr því. Gæti ekki verið meira samanlegaðir. Já, Af því að sko, maður byrjar lífið eins og ég, þú veist, fram að ákveðnum aldri, þá ertu bara í alls konar áföllum og öllu mögulegu. já, Og svo allt í einu föttum við að við þurfum að breyta einhverju. já, Og þá byrjum við að reyna að bæta og laga og annað þess að Já. þar. Og svo náttúrulega kunnum við ekki að losa okkur við öll áföllin og þú veist, þetta er svona langtíma verkefni búið að vera hjá Já. okkur öllum. En ég lít svo að við séum að vinna þetta til þess að komandi kynslóð þurfi ekki að fara í gegnum þetta aftur. já, vonandi við getum. Já, ég er allavega mjög hörð á því í sambandi við eins og misnotkun barna. Það er eitthvað sem að ég vil berjast á móti harkalega því að ég tel að það eigi aldrei að gerast aftur. Nei, nákvæmlega. Að vera í svo langan tíma og og ég náttúrulega veit sjálf hvaða áhrif það hefur á heilsumanns og líf og annað þess aftar af Já. þeirri reynslu þannig að ég bara gera allt sem hægt er til þess Já, að það gerist ekki aftur og ég held það er þetta og svo líka þetta með að læra að elska okkur sjálf. það er bara megin grunnurinn til að geta síðan gefið af sér. Það er bara þannig. Já, Það er sterkasta vopnið okkar. já. Og líka það sko að við getum í rauninni ekki, við erum alltaf að leita eftir að einhver gefa okkur eitthvað, þá Já. við föttum að við eigum bara að gefa okkur það sjálf Algjörlega. og þá erum við svo rík til að geta gefið öðrum. En þetta er svo skemmtilegt, þú segir þetta svona, þetta er grunnurinn í the work og Já. þarna vorum við að vinna svo djúpt inn í þessu og þetta er ekki sjálfselska, þetta er ekki narsisismi, þetta er sjálfskærleikurinn sem að streymir síðan og hjálpar öðrum. Þetta getur stundum verið svolítið flókið að átta sig á þessu. Já, heldur betur. Mm. Ég stend stundum fyrir fram að speilin á mótnana og bara segi við sjálf mig, hei, ég elska þig og bara
high five fyrir High mig. five. Og það er bara svona einn hluti af morgunverkunum og svo Mm, gjarnan hendur á brjóstir í vakna á mótnana og ég segi sko, ég er örugg, mhm, ég er elskuð, af því ég veit ég elska mig, mhm, ég er frábær. mhm. Akkurat. Já, Og þá segir öruglega fölta fólki, sú er ánægð með sig. já, það er þetta gamla sem var Já, alltaf verið að segja, það mætti aldrei vera, þú veist, þetta gamla viðhorf. já, en nú er bara komin ný orka og ný Nú, tíðni já, og það við erum ekkert að groppa okkur, við erum bara að kveikja ljósið í okkur, þú veist, já, kærleiksljósið. já, algjörlega. Það er svo, já, það er svo Það er dást. svo börnin, þau koma þarna inn með þetta kærleiksljós og eru bara, þú veist. Já, já. Og það er að fæðast öðruvísi börn. Það er nýfædd lítil stúlka í fjölskyldunni hjá okkur og hún er bara augun alveg svona og horfir á alla og hún er bara eitt ljós. Já, algjörlega, já, Og þau koma inn eitt eftir öðru þannig að við þurfum náttúrulega að fletta af okkur öllu gamla karmanu. já, einmitt, alveg Öllu aftur í aldur. Já, í rauninni sko, ég segi sko, allt það sem við lærðum af mömmu okkar og ömmu okkar og langömmu okkar og lengra, það Já, er ekki lengur raunhæft í heiminum í dag. nei, einmitt, akkurat. Þannig að það er bara sjálfskærleikurinn Mhm, og halda algjörlega. áfram að læra eins og þú Það og þarf ég. að læra. Aldrei að hætta að vera forvitin. Nei, það er sko, þú ert bómaður, ég er með Mars í bómanni, þannig að ég er sko bara lesa, læra. Ég er alltaf með svona bækur í gangi, skilur hérna alltaf, hérna, og svo er svo forvitin að ég byrja alltaf nýrri að því ég bara, svo spennt. Já, ég reyni að láta 3 duga, þú veist. Já, ég ætti að reyna að gera það líka. Þannig að ég fari svona nokkurn veginn yfir þær, en það er náttúrulega við lifum á opaslega spennandi tímum Það er bara ekki spurning, sko. og umbreytingin sem er að eiga sér stað í heiminum er svo öflug sko. Þannig að ég held að ég þurfa að setja Helgu Birgis á lista hjá mér til þess að spjalla um The Work. Já, það væri alveg þess virði, sko. Já. Algjörlega. Já, en ég þakka þér bara fyrir að hafa komið og deilt með mér Já. 4 Íslandsmeistaratitlum. Nei, 4 Íslandsmetum, já, fullt Íslandsmetum. öðrum Íslandsmeistaratitlum, það er svo 1.000.000 Íslandsmeistaratitlar. Ok, Það er að, já. ok, það er ekki eins gott þú leiðréttir mig, sko. Vá, heyrðu, Já. það heitir þá afrekaskrá Mörtu Ernst. Ég veit ekki eins og hana sjálf, sá sem að gæti vita væri þjálfari minn. Já, er það? Já, ég bara hef, Þú bara hljópst. já, hann er allir svona í tölfræðinni, ég bara, já, eitthvað. En halda áfram að hlaupa Já, og hafa takk gaman að lífinu. fyrir. Það er stóra málið. Já, Við sjáumst. við gerum það í mömmu. Já, í mömmunni, alltaf hreint. Ok, Takk fyrir mig. takk sem Bless, leiðis. bless.